okkur eru Vilhjálmur Lárusson, nýr rekstraraðili á vörunni og Einar Hannes Harðarson, formaður sjómannafélagsins, sem á þetta hús. Þú ert nýr rekstraraðili og það er gerðar töluverðar breytingar. Hvernig svona leggst þetta í þig? Bara ljómandi vel. Þetta lýst bara mjög vel í mig og gerum 3 ára samning og miklar breytingar. Einar Hannes, þið eru náttúrulega eigi þetta hús. Hvað svona stuttu máli þurfti að gera? Það var komin tími á töluverðar endurbætur, ekki rétt? Jú, gólfefni voru orðin mjög þreytt og við vissum það og vorum búin að stefna lengi að því að ætla að laga þau. Síðan sem gerist við það að við fáum nýjan rekstraraðil inn í húsið þá kemur svona smá stopp og það var komin leki á nokkrum stöðum. Þetta er náttúrulega gamalt sjómannaheimili og hérna á bakvið voru sturtur. Það hefur dropað inn í veggi, þannig að við þurftum að rífa meira en við ætluðum. Og síðan þegar við vorum komnir nokkuð vel á veg þá var ákveðið það að bara klára það sem þyrfti að gera í staðinn fyrir að þurfa að stoppa reksturinn aftur seinna. Þannig að þetta er umtalsverðar breytingar, öll gólfefni eru ný þar á meðal í eldhúsinu sem átti ekki að gera en dúkurinn var upprunalegur og hann var tekinn af og sett epoxy þar á gólfið. Það sem sturturrýmið gamla var, þar var allt rifið út og var mygla í veggjum. Við skiptum því náttúrulega öllu út og svo slökktum við á frystipressunni, þá voru allir veggir frosnir og mikil mygla þar líka, þannig að það í raun og veru allt inn í eldhúsi og þar er allt nýtt bara vegna þess að húsi lá undir skemmdum. Þetta er náttúrulega andlit félagsins og við viljum halda húsinu mjög vel við, sko. Alveg sama hver er rekstraraðili. Já, eðlilega. Vilja, þú tekur við hann Jóni sem hefur verið hérna með rekstur á vörunni undanfarin ár. Hann hefur verið að bjóða upp á mat í hádeginu. Hefur þú í hyggju að breyta eitthvað til? Verður áfram með mat í hádeginu? Þú opnaði nú á föstudaginn. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Og þá hringir síminn. Nóg að gera. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Þú opnaði á föstudaginn og varstu ánægður með viðtökurnar? Mjög ánægður. Og já, við ætlum alltaf áfram að hafa hlaðborð í hádeginu eins og Jón hefur haft undanfarin ár. Og það verður súpa, fiskur og kjötmeti og kaffi alla daga frá 11 til 2 og þú bara færið eins og oft þú vilt. Þannig að það breytist ekki neitt. Við erum hérna á sunnudegi, það er að fara að létta samkomutakmörkunum þegar við 20 koma saman og síðan ákveðin hólf. Þú ætlar að bjóða upp á leik núna, það verður hægt að koma hérna og horfa á leik. Hversu margir með að koma inn og hefur gert ráðstafanir? Já, sóttvarnareglur eru hér upp á 10 og hólfaði niður, 20 með hér uppi, 20 niðri og klósettinu eru skipt, A og B og við fylgjum öllu reglum eins og á að gera. Þú ert sjálfur mikill fótbolta áhugamaður, sérðu fyrir þér að geta boðið fólki að koma og horfa á leikina? Já, ég ætla að stefna á það svona í framtíðin að bjóða upp á leiki og hvetja mitt lið áfram. Stórleikur núna á eftir United Liverpool, erkifjendurnir, hverjir taka þetta? Þetta er nú kjánuleg spurning. Við vinnum þetta 2-1. Við eru þá United menn væntanlega? Allan daginn. Já, og þú ert væntanlega sammála? Ég er sammála, ég ætla að fara í 3-1, sko. Já. Og síðan í ljósi, ég ætla að fá að misnota aðstöðu mína þar sem þú ert að taka þetta viðtal við okkur á sunnudegi. Mér langar að þakka Jón og Súsu fyrir alveg frábært samstarf á meðan þau eru ákveð sjómannastofuna vör. Gerir sömu kröfur á Villa að samstarfi verði eins gott. Það er vandfundnara svona gott fólk til þess að vinna með. Það er alveg frábært. Þetta taki örugglega margir undir það og það er spurning hvort að þú náir ekki örugglega að halda í við standardinn og góða matinn sem Jón bauð upp á? Ég reyni mitt besta og svo ætla við náttúrulega líka að halda áfram og hafa opið á kvöldin svona, 1 og 1 kvöld, einhverja skemmtaði niður og svona, þegar COVID minnkar. Já, svona að því að nú hafa verið gerðar mikla endurbætur á salnum. Er þetta salur sem að þið komið til með að leigja út? Já, hann býður upp á það alveg að bjóða hann leigu og verða hringborð líka sem hægt er að breyta salnum þannig, hringsal. Þannig að þetta verður flottasti salurinn í Grindavík.